læst sig í skónum. Amsóknin læst í skónum. Útstuðum í gránaður. Halló. Halló, halló. Brynjar, ég heyri ekkert í... Það er eitthvað sambandslið að fer inn og út. Halló, halló. Komið í sælir, kæru áhorfendur, velkomin í Sengjarhöllina. Hérna var að hefjast leikur Njarðvíkur og Hauka á undarlegum tíma þar sem að Njarðvíkingar byrja á því að henda boltanum út af Raggi Nat með slæma sendingu en að sjálfsögðu velmeinta. En með mér, ég heiti Brynjar Þór Þorsteinsson, með mér í dag er Davíð Ásgrímsson að vanda og við ætlum tveir að reyna að koma með eitthvað misgáfulegt hérna varandi hennar leik, en aðalega reyna til að lýsa honum bara fyrir ykkur. Góða kvöldið. Já, eins og við sagðum, Njarðvíkarnir byrjuðu þetta á slagri sendingu og Haukarnir á góðu skoti, fór ekki ofan í á Hauk Óskarssoni. Logi keyrir á Haukana, góð vörn í Haukum, finnur nær boltanum. Sjáum það Haukarnir kannski nýta sér það held í þessum leik að glæsilegt hjá Kára og Kristjáni. Frábær sprengja hann inn hjá Kristjáni, bara vakka og velta og góð sending hjá Kára sem hefur gríðarlega gott auga fyrir fríum leikmönnum. Logi, þryggjastæða og ný. Hann byrja að vera á Logi þegar það verður greinilega ógn fyrir utan hjá Njarðvíkingum. Þeir eru með nokkrar þryggjastæða skittur. Áttu náttúrulega alveg stórkostlega leik á móti hérna Grindavík. Kári svarar, frábært hjá Kára. Já, það var svo sem segja með Hauka að það eru einhver ógn fyrir utan hjá þeim líka. Já, ég sá leikinn þarna Njarðvík Grindavík sem var núna á föstudaginn og það sem að Njarðvíkarnir voru algjörlega frábærir og voru með þryggjastæða nýtingu upp á einhver 80% á tímabili. Já, þeir eru að koma að mjög gríðarlega sterkum heimaleik og góðum sigri á móti Grindavík. Finnur, villa á Vinsson, hélt í bakið á honum. Eitthvað er klukkan ekki, 5. Ætti að vera... Væntanlega 5-3 eða 5-4 væntanlega. Nei, 5-5. 5-5 auðvitað? Já. Sjálfsögðu.
byrjanliðin þá þetta hjá Haugum Pól, Anthony Jones, Kristján Leifur, Kári Jóns, Finnur Atli og Haukur sem byrja leikinn. Þetta er svona svipað byrjanlið hefur verið í síðustu leikjum, þar sem að Emil hefur verið að byrja á bekknum. Glæný útværsla hjá Haukaliðinu. Emil sé búinn að vera fastamaður í byrjanliðinu síðustu 7 árin eða eitthvað. Hefur fengið að setja á bekknum núna 2-3 leikir og það hefur komið mér mjög vel út. Haukarnir hafa verið að koma svolítið svona sterkari inn með þá helst Hjálmar og Emil. Hafa þeir verið að svona sprengjast upp, sérstaklega með góðum varnarleik. Akkurat. Haukur, æðir á Vinsson, flótar þetta á vel gert, Haukur Óskarsson. Samanskapið hefur Haukur verið að vakna til lífsins á síðustu leikjum, skorað og skorað. Hann er búinn að eiga mjög góða leiki á Haukur, búinn að vera mjög stabíll eins og á móti KR til dæmis. Já. Og átti bara Hörku vörðan að Haukunum, hitta mjög vel. Raggi, Logi, Finnur, Ragnar, hann er sterkur, hann klárar þetta. Skemmtilegur leikur þegar hann Loga og Ragga, þetta er náttúrulega gríðarlega ógn að hafa Ragnar inn í miðunni. Það er gott að geta að losa boltanum upp á hann er stór. Þetta þurfa Haukarnir náttúrulega að leysa einhvern veginn og verjast í. Kristján, Finnur, Pól Anthony Jones, fer á Villa. Haukarnir að fá Villunar á þá. Njörvingar að spila nokkuð þétta og aggressíva vörn og bæði lið búin að vera svona að láta finna fyrir sér á fyrstu metrunum. Já. Þarna aftur, Kristján. Haukarnir náttúrulega hafa yfir Njarðvíkina það að þeir geta dregið Ragnar svolítið frá körfunni. Nei. Jæja. Sóknar Villa á hvað, Finn eða hvað? Finn, já, fer með, hann fer með olnbogann í andlitið á honum. En einhvers staðar verða olnbogarnir að fá að vera. Oft svona þegar að varnarmaðurinn klessi sig alveg á sóknarmaðurinn og sóknarmaðurinn fær ekki að hreyfa sig sko. Akkurat, þetta er alltaf þetta að spyrja hvenær er sóknarmaðurinn komin inn á eða varnarmaðurinn komin inn á sóknarsviðið. Hvor skapar snertinguna. Já, hvor skapar snertinguna, það er nákvæmlega. Vinsson, það er mjög sterkur. Það er frábær vörn hjá Finn, hjálpa vörn hjá Finn. Frábær snúningur og skildi Kristján Leif hann eftir. En hjálpa vörn til staðar frá Finn. Og Njörvík á innkast. Þessi Terrell Vinsson, alveg sérstaklega góður leikmaður. Svolítið mörgu leyti svolítið líkur okkar á því að hann þarf ekki mikið. Það er að segja að hann er að ná kannski 20 stigum á frekar fáum skottilraunum. Já, hann er með góða nýtingu. Mjög góða nýtingu og gerir þetta svona innan liðsins. Hann tekur ekkert frá hinu leikmannunum. Aftur, glæsileg sending. Kristján fær ekki neitt. Sett hann ekki í klofið á honum bara? Það sýndist það, þetta var frábær sending. Kristján ætti að gera betur. Finnur komið tvær villur, hann er vantilega frá bekkinn. Engin hreyfing á bekknum. Það getur mig ekki við að fá Finn í villuvandræðum. Það var eitthvað skynsamlega í stöðunni að setja brekku inn á núna. Logi hittir ekki. Kári frákustið, Haukarnir keyra á þá. Góð keyrsla. Finnur hann fremstur í flokki. Pól Antoni. Nei! Hann skrúfast upp úr. Ágæti skot. Þetta eru boltar sem við þurfum að fá voru honni. 7-9 fyrir Njarðvík. Hörkuleikur. Óluleg skrín á Ragnar. Óluleg hindrun. Ekki beint eins og þurfi eitthvað að hreyfa sig í skríninu. Hann Raggi. Hann er nógu mikið fer líki hann inn á vellinum. Stór strákur á alla vegu. Hann er ekkert bara hávaxinn, hann er þykkur og mikill. Haukur hittir ekki. Kristján að berast fyrir sem dettur í gólfið. Oddur kemur boltan. Oddur, góður skotmaður, hittir ekki. Kári með frákastið. Heppinn að fá ekki villu hann að Raggi við bak. Kári, ekki nokkuð sending á Hauk, alltaf lagi að reddast. Þeir eru aðeins að þrönga þessu núna. Kristján. Hann verður bara að taka þetta skot. Já, hittir ekki, langt af. Pól Antoni með frákastið, gott frákast. Töluvert langt frá. Og ég ætla að minnast á það vantar aðeins hjá Njarðvíkunum að Ragnar Ragnarsson er meiddist í síðasta leikjum undir Grindavík. Hefur verið að skipta þessari bakverðarstöðu með Oddi, þannig að það vantar mikið hjá þeim núna, Njarðvíkunum, munar það. Vel flott spil í Haukunum,
Kristján klárar. Frábær hreyfing. Frábær hreyfing. Góð sending hjá hérna Paul Anthony. Já, þetta er bara vel útfært og hérna, við sjáum að Paul Anthony, sjáum hann á móti KR sérstaklega, hann er á mjög góða hreyfingar, sóknarlega séð í Klárar líka alveg með báðum höndum, það skiptir hann engu máli hvort þessi hægri eða vinstri. Það er alveg með fjölhæfur sóknarmaður. Já. Kári er að keyra þetta vel áfram í haugunum. Ekki að reyna Paul Anthony. Nei, hann er bara að taka þetta verulega, hann hangir lítið á boltanum og spilar. Finnur, klárar þetta vel. Feita vegi hjá Finn, frábært. Vel gert hjá Finni. Magic, boltan, skrín frá Terrellinsson. Finnur Ragnar, þetta er ekki staðan á Ragnari. Terrell. Finnur Loga. Terrell aftur, hann er sterkar en Paul Anthony. Klárar, nei, vel gert. Raggi sterkur, klárar þetta vel. Haukarnir klikkaði að stíga út. Það er erfitt að vera með á 2 hann. Daniel fær aðvörun. Ég spurning hvort að hefði mátt dæma hann að villið þegar hérna hann... Já, ég held að það hefði alveg verið. Sá hann ekki alveg hvort það var sem hann var að röfla yfir, en mér fannst kannski, það var þarna villa. Sennilega þriðja villan hafa Finn, sko. Já, það getur verið svo. Þannig að það er alltaf... Paul Anthony þryggjastega erfið skot, beint ofan í, steinleikur hjá honum. En með þetta, hann þarf að gera líka meira þegar hann fær boltan. Hefur tækifæri til þess. Myndavélan aðeins först hjá okkur. Frábær vörð hjá Breka þarna, vel gert hjá Breka. Þannig var hann ekkert að æsa yfir í, lefa Ragga skjóti yfir sig, ekkert að reyna að blokka hann. Já, ég held að Haukarnir verði að reyna að nýta hraðan hérna á móti Njarðvík. Þannig já, reyna að skilja Ragga svolítið eftir. Já. Paul Anthony Jones aftur að séðan. Hann er eiginlega sjálfvirkur á þessu færi, svona á miðfærinu. 5 metrónum, það er hann bara, hann setur það nánast alltaf. Já. Oddur. Ríkur að Ragga, hittir ekki, Haukarnir að stíga vel út. Það mæta allir í frákastið. Paul Anthony Jones, flott vörn hjá Loga, stoppar hann. Kári, hrindur frá Kristjáni, þrygstur, hittir ekki, langt frá því. Kemur Terrell, nú þurfa Haukarnir að stoppa hann. Kári gerir vel, stoppar hann. Oddur með þrist, hittir ekki, út af. Mislaðar hendur núna hjá báðum liðum. Það er leikliða. 16-11 fyrir Hauka. Flott rispa hjá Haukunum núna. Allir að leggja sitt af mörkum hjá liðinu. Haukarnir ætla náttúrulega að vinna hann að leika sjálfsögðu. Já. Þetta er eins og Njarðvíkingar, en þeir eru að mæta hérna aðeins ákveðin til leiks Haukarnir og eru að nýta kannski sóknarlega sem eru aðeins betri. Svona fyrstu mínúturnar. Það hafa verið að fá svona kannski auðveldari skot aðeins. Njarðvíkarnir hafa verið náttúrulega að hreinsa upp svolítið aðeins í frákvæmstunum, kannski í sóknarfrákvæmstunum. Já, þeir hafa verið að ná þessum hérna second boltum með öðrum boltum og sóknarfrákvæmstum sem er gríðarlega mikilvægt líka og er að nýta þessi færi. En er að lifa svolítið á því. Það er náttúrulega þeirra með Ragnar náttúrulega inn á, það er náttúrulega þeirra sterkalið að hafa þennan mann inn á í sóknarfrákvæmstunum. Já, hann segir sem bara sjálft að þeir eru alltaf að fá nokkuð stig hérna frá Ragga, bara í sóknarfrákvæmstum. Já. Nú skipta Haukarnir inn á, Emil og Hjálmar koma inn á fyrir Kristján og Hauk. Það er ekki aðmæli að eiga svona þeir eru ekki aðmæli skiptingar og sama það eru skiptingar hjá Njarðvíkum líka. Mér sýnist Logi koma út af og Snjólfur kemur inn á fyrir hann og Hjalti er það ekki sem að kemur inn á fyrir Ragga. Já. Aðeins lækkar hæðin hjá hérna Njarðvíkum. Haukar. Emil fer á Odd. Glæsileg sending. Nú vantar Ragga. Hanna var villa. Allt í lagi, Emil kemur hún. Nei, þessi bolti fór í hringinn. Kári. Ég er alveg nokkviss það að þessi bolti hafi farið í hringinn og hefði átt að vera villa. En allt í lagi. Man sér ekki Emil klikka úr þessu oft sko. Eiginlega bara aldrei. Terrorinsson hittir ekki. Frákast í Haukum. Gott varnarfrákast. Já. Kemur Kári. Jó, þess að segja það hann. Horfði á leikinn Njarðvík Grindavík. Það sem að
Þessi leikmaður sem var að koma inn á hjá Njarðvík núna, Snjólfur, var algjörlega frábær varnarlega séð. Hjálmar hittir ekki, flott vörn hjá Magic. 2 leið upp í röð komin núna hérna hjá Haukunum sem þeir að setja hann í. Snjólfur var alveg frábær varnarlega séð, var á erlenda leikmannum hjá Grindavík lengst af og hélt honum niðri og sérstaklega í seinni hálfleik. Þar sem hann lét hann finna fyrir því allan völlinn og hérna maður svona fannst það í svona þriðja leikluta að nú mann ég hvað hann heitir erlendi leikmanninn hjá Grindavík en hann svona hálfgjáfst upp á því að reyna að vera á honum. Terrell, sterkur, frábær vörn. Kári reddar þessu, ekki, sáttur. Jara við sóknarvillu bara hérna í byrjun hjá Winsson. Var frábær vörn, sáum líka mjög góða hjálpavörn hjá Haukunum. Breki var sterkur sko, búinn að vera duglegur í sem var. Duglegur í salnum. Kári. Breki fyrir utan. Á Terrell og glæsileg karfa. Frábær karfa hjá Kára. 18-11. Þeir eru auka muninn hér, aukandir. Aðeins, hægt og rólega. Oddur, Terrell. Hérna körunni, Finnur Snjólf. Oddur. Frábær baráttundi í körunni, frábær hjálpavörn. Þarna Hjálmar. Breki ekki sáttur með eitthvað sem að Terrell hefur gert. Kristinn Óskarsson gengur valdsmannlega inn á völlin og róa hlutina. Hann lætur ekki bjóða sér þetta. Nei, hann hérna... En einhver æsingur hann inn á milli. Einhver æsingur hérna, já. Sýnist að Winston sé hann ansi pirraður á Brekka. Hann sé að spila... Já, láta hann finna fyrir það. Hann bara finnur líka fyrst til að byrja með. Já. Berjast aftur. Hjálmar, nú vantar hjálpina. Þarna hann sterkur. Já, frábær vörn þarna. Nei, hvað þetta maður? Þarna hent hann bara Hjálmari niður þegar hann var hann á boltanum. Þetta ekki gott. Nei. Það voru menn ósátti við. Spyr Kristinn, frábær sending hjá Emil og klárar. Svaraði þessu. Emil barja með frábæra sendingu. Snjólfur kemur boltan. Terrell Winsson, sjáum hvernig hann vilji fara á Breka. Flott vörn hjá Haukunum, láta finna fyrir sér. Snjólfur, Magic. Pól Antoni missir á honum og Magic klárar þetta vel. Kári kemur boltan, róar þetta aðeins. Breki, Kári. Frábær hreyfing hjá Kári. Nei. Þriðja leifið. Þetta getur verið dýrt. Já. Emil á Snjólfi. Mennur að fá svolítið að láta finna fyrir sér. Það ekki verið mikið að flauta og oj. Það greinilega, það engin hérna. Dómar þurfa svona kannski aðeins að fara að herða tökin. Mennur að svona láta finna meira fyrir sér. Hopp. Þannig milli og 2 skot. Já, þetta var, ég veit ekki. Flauta á eitthvað þarna. Já, ég held að það hafi verið þessi villa sem ég var að tala á hana. Dómar þetta að taka eina villu svona bara til þess að taka völdin aftur á vellinum. Miðan það sem gekk á hérna áðan þá var þetta svona það minnsta sem við gengið á. Já, þetta var mjúk villa. Það þurfti að fá eina svona til að róa mannskapinn. Og það munur komin í 3 stig og þar með líkur fyrsta leikluta. 20-17. Ágætlega. Það náttúrulega að halda Njarðvík í 17 stegum mjög gott. Það bara algjörlega ásættanlegt. Við erum svona kannski bara í meðaltalinu, 20 steg á fjórðung. En það hefði náttúrulega mátt að vera meira hjá Haukunum. Já, við vorum alveg að fá færin til þess. Við hengum hérna nokkuð lay-up og hluti sem við hefðum getað gert betur úr. Kannski fínt að fara yfir stigahæstu menn svona þegar að fyrsta leikluta er lokið. Hjá Haukunum Pól Antoni Jones með 7 stig, Kári með 5, Kristján Leifur 4, Haukur og Finnur Atli 2. Aðrir hafa ekki komist á blað. Hjá Njarðvíkum það Ragnar, Magic og Terrell með 4, Logi með 3 og Brynjar Þór, leikmaður með 21, komið með 2 stig.
Kári með 5. Já, þetta eitthvað vitlaust, þetta væri ekki 20 og sem stendur þarna á töflunni. Nei, vandar þarna. Já. Þá hefst annar leikluti, Emil Barja ennþá inn á vellinum, Breki ræðist upp að körfunni, aftur á Emil sem sendur út í hornið á Hjálmar og það er brotið á honum í 3 stiga tilraun. Hann þarf vantilega 3 skot. Já. Fyrsta fyrir ofan í. Og annað. Og það síðasta líka. Mikilvægt að hittur úr vítum. Þá koma Njarðvíkingar, Logi með boltan. Sendir hann á Snjólf. Topp hjá Ragga, Logi komið aftur með hann, það ræðist upp á körfu og er á Breka, hittir ekki og Emil nær frákasturinn og keyrir þær upp. Natt Villa stígur hann aðeins undir Breka þegar hann er í leiðuppinu. Já. Flott raðarfluppi á Haugum þar sem að Emil var að leiða leikinn. Breki á línuna, þetta er gott raðarfluppi á Haugum, sjáum hvað Breki gerir. Hittir úr fyrra vítinu sinu, sjáum það voru skiptingar í leikliðinu. Árni Bjarki Ívarsson kom inn á fyrir Kára Jónsson og hjá Njarðvíkingum eru nú inn á Ragnar Ágúst Nathanaelsson, Logi Gunnarsson, Snjólfur, Vilhjálmur og Brynjar. Þannig er Brynjar með boltan. Nei, fótur á Arnór. Fín vörn á Haukunum. Sjáum hvað við fáum núna. Arnór Bjarki keipurinn og hann er náttúrulega fyrst og fremst að spila vörn. Vörninn á aðeins að hvíla hérna Kára og hérna hann svona hefur náða að stjórna ágætlega hjá Haukunum. Kemur Emil alla leið. Finnur Hjálmar róar aðeins niður. Hjálmar alla leið upp körfunni, finnur Emil, þristur, hittir ekki. Breki með gott frákast. Rettar þessu á Arnór Bjarki. Emil Barja, nei, hann leggur ekki í Ragga. Haukarnir aftur, Emil á. Nú klárar hann, vel gert Emil Barja. Sóttið hann að körfunni. Skemmtilega gert, setur hann yfir á vinstri. Ragnar lendi í vandræðum, annarkvort var hann að hjálpa á Emil eða dekka Hauk úti og hann valdi að dekka Hauk. Haukarnir með góða vörn, komið með 10 stiga fórustu. Hjalti sterkur á blokkinni, eftir uppáhaldið hans. Það er Ronny. Þetta gerir hann alltaf, hann feikar í aðra áttina en tekur svo, feitar svo með gott skot inn á Haukur Óskarsson. Finnur Emil Barja er alltaf laus. Þetta er ótrúlega. Já, þeir séu ekki alveg vissir á því hver á að vera að dekka hann. Þeir eru farin að tvöfalda á mikið Njarðvíkingar og Haukarnir eru með ráð þessu. Já, Logi. Það er alltaf einhver sem er opinn. Finnur Hjalta. Hann hættir við. Fín vörn í Haukunum, Snjólfur. Það finnir skipta á þessu, Emil á honum. Fín vörn í Arnóri Bjarka. Frábær vörn í Haukunum. Frábæra vörn. Skynsamur Arnór. Fær villu á Loga. Heppinn hann var ekki alveg vissi hvað hann fær út í þegar hann hljópa á stað en Logi fekk villu. Fyrsta villan á Loga. Engin teljandi villu vandræði á hvoru liðinu. Vilhjálmur með 2 villur hjá Njarðvík og Finnur allir með 2 hjá Haukum en hefur settið út af og Breki skila fínu starfi. Breki búinn að koma gríðarlega sterkur hérna inn. Emil aftur. Finnur Breka. Breki, Finnur, Hauk Óskarsson með langan tvist. Setur hann. Það er alltaf einn opinn hjá Haukum. Njarðvíkin er alltaf í vandræðum. Þeir eru að
skipta á mönnum þannig að Ragnar sé alltaf inn í tegnum og þeir eru endur svolítið vandræði með þessar skiptingar að hérna þeir verðast missa alltaf einn Haukamann frá sér. Algjör óþarfi á Hjálmari, Haukur var kominn í hjálpavörðina. Já, Hjálmar áta til að vera að teygja sig. Hafði öll tök á fá Haukarn í hjálpavörðina. Haukarn er í vörðinu núna. Terrell kemur út, fín vörð í Haukunum. Erfi sending á Snjól sem grípur hann. Haukur missar inn endalínuna, vill á Hauk, alveg rétt. Það var Haukur ekki nógu skynsamur. Stökk út og gaf eftir alla endalínuna sem að Snjólfur nýtti sér og fær 2 víti. 31-19 fyrir Haukum. Haukarnir að byggja upp ágætis fórustu núna. Frekar slökum varnarleiki á nærðingunum. Þá hafa Haukarnir nýtt sér það og fengið nokkur auðvitaðkorur. Snjólfur hittir ekki úr fyrra skotinu sínu. Og setna vítið hjá Snjólf. Steinleikur. Emil kemur upp með boltan fyrir Hauka. Stjórnar í fjarveru Kára. Snjólfur að dekka hann. Breki langur tvistur aftur. Þarna mennaði ekki að vera að taka svo langur tvista. Breki á að komast út fyrir þryggjastallínuna. Hjalti. Logi. Nú er Arnór Bjarki á Hjalta. Á rétt þetta vill á Arnór. Gaf upp ansi marga sentimetrar þarna og Hjalti nýtti sér það. Samskapið þarna vörðinu Haukum. Hauka með ekki skipta á öllum. Nei, Arnór Bjarki kannski síst, hann er hérna með Loga á sér og var... Já, vantar hann að nokkra sentimetra upp á. Þannig að það verður... Já, vel gert Haukur Óskarsson! Hvað ætlar hann að gera? Já. Það var mjúka tróðslan. Það var mjúkt innatróð. Haukur er mikill Haukamaður, hann veit hvað það kostar hringina að þurfa að taka á þeim og hann sparaði þeim þetta. Snjólfur galopinn. Já, það var miskilningur hjá Haukunum en Arnór Bjarki nærnum ekki, Logi nærunum. Oddur, Terrell Vinsson, hittir ekki, Arnór Bjarki með gott rákast. Finnur Hauk, nú Haukur var skynsamur bara 1-3. Nei, hann setur hann. Sá ég þennan ofan í. Þetta er bolti á Haukar. Flott er. Lína til að láta þetta reyna. 33-20. Sjáum hvað Haukarnir gera. Kemur skipting á Haukum. Hilmar Smári. Pér ekki galopinn. Nei, ekki. Emil sterkur. Og klárar þetta. Þetta er skemmtilegt að sjá hvernig menn geta lagt svona með vinstri. Emil er upprennandi fjarki. Góðu frákastari. Logi, finnur Ragga. Framlengi ferilinn 5 ár. Haukarnir er eins og Njarðvíkarnir kannski áðan. Skipta á mikið og hafa of mikla áhyggjur á hjálpavörðinni. Já, nú er vantilega Hilmar Smári að koma inn á. Hann er nú mun hærri heldur en Arnór Bjarki. Já. Spurning hvort að hann sé að leysa hann af. Finnur Hjálmar og Breka og Breki þarf að setja þennan. Þarna er það, Steinleikur. Það er náttúrulega frábært að geta verið með svona stóra menn sem geta hitt fyrir utan. Bara mjög vel. Og Breki getur hins vegar bakka á móti Ragga. Logi villa. Breki að fá sína aðra villu. Sjáum hvaða skiptingur núna. Magic fyrir. Nei, hann þarf að taka Hauk út af. Snjólfur kom út af hjá Njarðvík og Haukur út af hjá Haukum. Nú eru Haukarnir með ungt lið inn á vellinum. Emil aldursforsetinn. Paul Anthony Jones situr sem fastast. Já, hann fær svolítið alltaf að sita í öðru leikluta. Já. Væntanlega kemur inn fyrir Arnór Bjarka rétt bráðum. Fín skipting í Haukunum. Hjálmar að fá villu. Hjálmar vil meina hann hafi farið í boltan en það er aldrei villa Hjálmar. Aldrei villa Hjálmar. Þetta er hálf undarlegu tími hérna á sunnudegi sem við erum með leik. Sunnudegi? Við höfum ekki spilað svona fyrir, það eru mörg ár síðan við höfum spilað á þessum tíma. Í gamla dag í Strandgötunni, þá var alltaf sunnudagsleikir kl. 8. En kortir í 5 er frekar undarlegt. Það fór illa í leikmenn að missa sunnudagsleikinni. Já.
Ég skil það vel. Mamma alltaf með sunnudagstekin í hádeginu. Það rettaði þessu. Það rettaði þessu þannig. Já. Haukar, tæpsending. Hjálmar. Nú lítir hreyfing á boltanum í haugunum. Já, Hjálmar og trottu þessu. Opnast aftur í Læsilega Hjálmar. gert maður. Og hann fyrir krísinu leiðina undir korfuna og leggur hann skemmtilega skapið. Frábært rífvarslega. Þetta er það sem Hjálmar þarf að gera miklu meira af. Hann með langar hendur, fljótur, stór. Sjáum við í fyrra sérstaklega, þá var hann mikið að taka þriggjastaskot. En það hefur bætt þessu svolítið vel inn hjá sér í vetur að skref! Þessi voru alveg svakalega djöfullin. En mikið rosalega skrefaði maðurinn maður. Hann dró löppina alveg held ég góða 2 metra hann. Emil náttúrulega gerir mistökin af það að ekki vera bjarga á sínum helming. Hjálmar þristur. Hann getur þetta líka. Bekki. Pól Antoni Jones. Finnur Hilmar. Hilmar æðir á þá. Góð vörn í 8. Nú það Breki verið skynsamur. Halda bara uppi. Þetta er þriðja villan að breyka. Já, þriðja villan að breyka. Finnur gerir sér tilbúinn. Svona, fyrsti maður sem kemur sér í einhver teljandi vellivandræði. Nýjum skipting. Hann er vantilega að koma út af núna. Þeir náttúrulega gætu lendi í vandræðum ef að Finnur fari á þriðju villuna. Já. En við ættum þó að hafa þokkalega hávaxið lið með Hjálmar, Kristján, Pól Antoni Jones og Emil. Já, þetta er bara alltaf... En það er þessi skrokkur sem að nýtist. Já, það er aðalega það sko. 15 stiga munur, 43-28. Setnavíti fyrir honum líka. Gerir vel. 14 stig. Hilmar Smári, hann verður að sína hérna sjálfstraust og nýta tækifæri. Oddur er reyndur, kann þetta. Vel gert hjá Hilmari. Kári. Finnur Hilmar. Það er pick and roll hana. Finnur, hann á að skjóta þessu. Vel gert hjá Kristjáni. Þannig er hann góður líka. Þetta er hans skot í honum. Þarna var hann voru beðið tíma. Þjálfari Njörvíkur, ekkert... Fær ekki tíman. Einhver miskilningur. Nú aftur eru Haukarnir að fá að sig allt of auðvelda körfu. Daniel kannski heppinn að fá ekki tíman því að Kristján klárar þetta vel. Enn og aftur, pick and roll. Haukarnir einhvern veginn fá bara alltaf körfu. Það er frekar auðvelt fyrir að skora. Auðveldari leið upp á körfunni heldur en Njarðvíkingar. Þeir eru að ströggla meira Njarðvíkingar að fá körfu. Þeir eru búin að fá second chance körfur svolítið. Sjáum að Haukar eru búin að halda þeim í 11 stigum í þessum leikluta. Já, það er mjög gott. Það er mjög góð vörn sem Haukarnir hafa verið að spila og hérna sérstaklega vörnin á útlendingin verið góð. Hann kom með 8 stig en hann hefur ofta verið atkvæða meiri í leikjum. Terrell Winsson. Það verður fróðilegt að sjá hverju Njarðvíkingar ætla að breyta núna. Að hann var ekki ánægður með vörnina áðan þegar Haukarnir skoruðu körfuna þar síðustu körfu. Þá bað Daniel tíma en eitthvað klikkaði á rittaraborðinu í Haukunum þannig að tíminu var ekki gefinn. Nú séu að þeir eru búin að skora 25 stig á 8 mínútum. Ekki eins og það 7,5. Nei, byrju, nú var verið að bæta við. Stóð ekki 45-28 á töflunni fyrir 2 mínútum. Þegar tíminn byrjaði. Ég myndi að halda að þetta vera 45-30. Sjá hvað... 47-32. Það er rétt samkvæmt statistikinu. 47-32. 47-32. Þeir eru svo 27 stig. Þannig að ég sagði áðan að Njarðvíkingar verður bara búin að gera 11 stig í leiklutunum og það var rangt hjá mér. Það sem að klukkan plataði mig. Það eru 15 stig sem þeir hafa skorað í leiklutunum. 27-15. 27 stig á 7,5 mínútur mjög... Það er mjög ásættanlegt. Mjög ásættanlegt. Kemur Oddur fyrir Njarðvíkingana. Finnur Loga. Logi og Vinsson. Logi er búinn að vera rólegur en kemur núna. Þristur frá Loga.
Hann er náttúrulega algjör lykil maður í sókninni það. Algjör. Hann er hvort að sprengja upp eða hitta fyrir utan. Þarna er annar lykilmaður, væri villu á Loga. Hann er væntanlega kominn í skot þarna. Já, ég hafði haldið. 2 skot, já. 2 skot. Hann er alltaf að fara upp í skot þarna. Það held ég alveg örugglega. Já. Sýndist það, en fínt er. Kári setur fyrra. Hann dæmir villuna á Ott, ekki á Loga. Já. Hann er náttúrulega nær körfunni. Já. Setni fyrir líka. Já. Já, Kára. Þar þurfum við Haukarnir að fá aftur stopp. Við erum búin að fá þessu nokkrar auðveldar körfur núna. Logi er búin að vera að kveikja aðeins í njarðvingunum. Ottur. Sjáum að Hilmar Smári ennþá. Hilmar, flott vörð hjá Hilmari. Kemur Otti í vandræði. Magic. Þeir eru ekki mikið fyrir að gefa inni á Ragga. Þeir vilja láta hann koma að gefa skrín á sig. Hittir ekki Magic. Flott vörð hjá Haukunum. Kári. Finnur Pól Antoni yfir á Hilmar. Er stuttur. Kristján gat náður um bolta. Fínasti spil í Haukum. Flott skotan upp úr þessu. Raggi með boltan á tegnum. Finnur að passa sig. Ottur. Þarna er Hilmar að hjálpa mikið. Ívar segir hún frá því, þarf ekki að hjálpa. Treystu Finn. Finnur á að sjá þetta. Já, rétt. Vill á Ragga. Og Kristján fyrir á línuna. Það er komið bónus. Snjólfur kemur inn á. Snjólfur að skipta við Ragga. Ragnar var að fá sinna aðra villu. Ragnar er búinn að vega fína leik. Hann er komið með 8 stig og 3 fráköst. Kristjáni. Já, Ragnar hvað er að koma mörg stig? Hann var 8 stig. Já, ykkur fráköst vantarlega. Eitthvað á, setni fyrir ekki honni á Kristjáni. 50-38. 49 ætti þetta að vera. Új. Logi, fín vörð hjá Kára. Nær honum ekki. Frábær vörð þarna. Terrell Vinsson haldinn að sterkur. Vill á Kára og hann klárar ekki sem betur verð fyrir Haukana. Kári fær villuna. Kári er ekki með. Það er að fá sína fyrstu villu. Kemur Kristján út af og Emil bæra kemur inn á. Ívar að nýta sér það að Ragnar er ekki inn á núna. Það er að skilja láta svona Finnur sér eini stóri maðurinn inn á vellinum. Emil bæri að fylli þá inn í svona hina stöðuna sem næst körfunni. En reynir hann væntanlega að teygja verulega vel á Njarðvíkurliðinu með þennan hóp inn á vellinum. Terrell hittur úr, klikkar úr setnavítinu. Þetta er ekki nættustu að munu, þetta er bara hörkuleikur. Já. Kári. Það myndi ekkert vera auðvelt. Á hvoru liðinu. Ég er komin í svæðisvörn, það er svæðisvörn. Það er svæðisvörn, já, Njarðvík. Finnur. Já. Snjólfur bara hélt honum. Og hann bara þykist ekkert. Það er merkilegt þegar augljós villa. Það er ekki alltaf að passa saman eitthvað klukkan og statistikið. Núna stendur 50-38 á internetinu. Já, það eru 58 sekúndur líka hérna. Já, það er aðeins svo eftir hjá okkur. Það er eftir hérna á netinu. Hann hittur á 51-39, 38 sekúndur eftir. Og seinna fyrir honum líka. Það er leiklið hjá Haukum. Væntanlega til að taka aðeins á móti þessari svæðisvörn. Já. Það er fróðilegt að sjá. Þetta er, eins og ég sagði daginn þetta, þetta er svona nýtt aftur í körfuboltanum að maður fann að sjá svæðisvörn hent inn svona af og til hjá liðunum. Eitthvað sem maður var svolítið svona bara að deyja út í raun og veru. Já. En svo að menn verða að brydda upp á þessu og við sáum til þess að Haukarnir unnu Þór Akureyri í fyrsta leik á þessu og svo lendum við Stjarnan
tók þetta á móti Stjarnan, já, nákvæmlega. Þetta er basslífið móti því. Já, þannig að þetta er hérna, menn eru þá láta liðin mæta framar, svona setja upp hálfgerða pressuvörn. Svona eins langt, eins og við sáum þarna áðan, þeir mættu Kára ansi framarlega, en Kári gat leyst það vel. Þannig að það er náttúrulega bara annar taktur í sóknar móti svæðisvörn og breytir þarf aðeins að breyta því. Breytir svona hvernig, hvað að segja, svona, menn fá örlítið meiri tíma til að skjóta skotinu, en það er því ekki endilega að menn vilji fá þennan tíma. Akkurat. Menn vilja kannski yfirleitt bara, þeir eru æfðir í því að grípa og skjóta, og ef þeir fá auka sekundu eða svo í þetta, þá fipast menn oft til og svæðisvörnin á aðeins að riðla upp þegar það gengur vel á maður mann, eins og segja. Haukarnir búin að skora 52 stig í fyrri hálfleik, sem er eitthvað sem að engin þjálfari væri ánægður með, það er að segja andstæðingarna, og þess vegna náttúrulega breyta þeir yfir í svæðisvörnina eins og við sáum síðast. Sjáum hvernig þeir haldi áfram með það. Haukarnir, Hilmar á Oddi. Haukarnir hafa líka farið bara í Kári. Erfitt skot hjá Magic, hittir ekki. Gott frákast hjá Paul Anthony Jones. Emil æður að körfunni. Klárar að taka læsilega. Setur hann hátt í spjaldið. Vinsson á ekki möguleikan á honum. Það var flott hjálpverð hjá Vinsson. Hann var komin hann alveg yfir hann. Og maður sá þetta myndi vera eitthvað. Emil lyft honum örlítið herra. 6-5. Fín vörn hjá Haukunum. Snjólfur fer á Emil. Emil ekki tilbúinn. Snjólfur klárar þetta vel á lokasekundinni. Lokar leiklutanum fyrir Njarðvík. 54-31 er þá 41 sagði ég, fyrirgefðu. 13 stig. 13 stig. Það er T. Það er T. Komum þetta aftur í setjanleik.
Jæja, velkomin aftur í seinni hálfleik. 54-41 staðan í hálfleik og það eru Njarðvíkingar sem byrja með boltan. Sjáum byrjunarliðið hjá Njarðvík eru Logi, Oddur, Magic, Terrell og Ragnar hjá Haukum. Sama byrjunarliðið fyrir hálfleik. Kári, Pól Antoni, Finnur, þristur í Oddi, hittir ekki. Pól Antoni er boltanum. Haukur og Kristján byrjun á. Pól Antoni. Sama byrjunarlið. Kristján þristur. List mér vel á þannig leikil. Magic. Það er svona Terrell Vinsson. Haukarnir hjálpa mikið hérna. Kári á hóvillu. Haukarnir eru að láta Terrell Vinsson finna fyrir því. Láta hann er að æsa hann aðeins upp. Já, hann kemur núna áhlaup frá Njarðvík, alveg að hreinu. Já, þetta er ekkert komið. Hverju eru Haukarnir gerðir? Logi, Vinur Raka. Magic, góð vörn, Haukur á nærunum. Frábær vörn þarna hjá Finn. Frábær vörn Finn. Finnur er Kári að setur spila hann vörninu vel. Hefur aftur í svæðið, Haukarnir ekki tilbúnir. Kristján, opnar svæðið, Haukur þristur. Nei, ekki á ný. Heyrðu, þetta var einkar skrítið. Boltinn fór í yfirspjaldið og lenti hinum minn á þess að lenda nokkur tíman í nokkur sköpuðunlið. Það gerist. Það gerist. Ég hef aldrei séð þetta áður en ekki á svona körfum þar sem að það eru hengtar í loftið. Terrell, Logi Finnur, Magic, Ragnar inn í. Einangar fyrir hann. Já, Finnur, hann vil fara á hægri hendina, Finnur veit það. Frábær, nei, vel gert hjá Ragnari. Já, hann var komin úr í abbæjan einhvern veginn en skuttla honum var í. Haukarnir þurfa náttúrulega bara að finna eitthvað sem er heitur. Hann þarf að hittur úr þessum skotum. Hérna leita inn í. Kristján, gerir það vel. Eða leitið í, það er rétt. Kristján kláraði þetta vel. Umkringdur af stórum mönnum. Logi. Inn á Vinsson á móti Kristjáni. Hann með flotta snúninga svo síðast. Kristján, hittir ekki. Nær frákvistinu, vel gert. Kári kemur á Keiraði fram. Haukur Óskarsson, ekki. Vel gert hjá Pól Antoni, nær þessum bolta fyrir Haukana. Slæðir hann út á Hauk. Haukarnir þurfa að setja þessi skot. Hún er að fá frín færi. Villa, hefnir hann. Það er sem sé, það er alltaf að fá frí skot á móti svæðisvöldinni. Það er bara að setja þau niður. Við fikk að spila þolinmæði. Ekki endilega að taka alltaf fyrsta skotið. Já, maður sé náttúrulega að það kemur gríðarlega yfirvegun Haukur þegar Kári er inn á. Þarna er það, þetta skot. Finnur. Þetta er náttúrulega bara flott setshot fyrir Finn. Þarna er það, eins og segi, ekki endilega fyrsti valmöguleikinn. Leitað örlítið betra skoti. Þreitaði vörnina. Logi á móti Hauk. Leifa vörnina sem að hreyfa sig. Logi gerir þetta vel. Flóter að spjaldinu, skemmtilega gert hjá Loga. Glæsileg hreyfing. Hann er með ansi fjölbreytt votnambúr, hann Logi. Erfitt fyrir eins og Finn þarna hann. Hann veit ekkert hvort hann á að fara í hann eða challenge skotið hjá honum. Kristján, Haukur Óskarsson. Þarna verður hann í. Glæsileg spilamennska við Haukunum, láta boltan ganga vel. Það eru bara þolinmóðir. Þolinmóður á móti svæðinu. Við sjáum hversu lengi Njarðvíkingar endast í svæðinu ef Haukarnir halda áfram að skora á þá. Ragnar, Oddur. Flott vörn í Haukunum. Oddur þristur ekki á. Finnur með frákastið. Finnur skynsamur. Pól Antoni. Liggur ekkert á. Pól Antoni Jones, hann er líka yfir með boltan. Þeir vita nákvæmlega hvernig á að brjóta niður þetta svæði. Með sem bara maður núna. Það er maður núna. Það er maður. Og hann brjótaði það bara líka. Vel gert. Þetta er ekki þriðja skiptið sem eru að gera þetta play. Kári og Kristján búin að hlaupa þetta. Einfalt pick and roll bara. Inn miðuna. Kristján er að rúlla alveg svakalega sterkt. Þarna gleyma þeir sér völdinu. Æjæjæjæjæj. Ákveð. Kristján. Óluleg hindrun, Þetta er slegið hendur á honum, en allt í lagi. Villa var það. Ok,
Ok. 62-45. Hann kom upp í 17 stiga mun. Logi hérna eiginlega eini með lífi hérna. Já. Í Njarðvíkurliðinu. Svona að keyra körfunni og láta finna fyrir sér. Það snýst allt að hann sé að sprengja börnina, gefa stóðsettingar, jafnvel hitta fyrir utan. Já. Og við sáum hann taka flóturinn að spjaldinu á hann, þannig að hann er að bera þetta uppi. Já. Setja niður vítið. 14 stig. Kári kemur boltan, Haugana. Logi, svona spila vörðin á Kára líka. Logi alltaf frábær varnarmaður og lítið mestna þó hann aðeins elst. Þá hefur hann haldið frábærum varnar. Sjáðu að Ragga, vel, flott. Hlaupi á Ragnar í böllin. Logi aftur. Hittir ekki, gott frákvæmst á Kristjáni. Nú klikkaði Logi. Já. Glæsileg spilamennska og vel klárað. Þetta er of auðvelt. Þetta er of auðvelt fyrir Haugana. Þeir Njarðvíkingar verða að vera miklu fljótari aftur. Þeir eru að skilja þá eftir og þeir eru að fá bara auðveldar körfur. Það er það sem hann skilur þessi lið að. Flott vörn aftur í Haugunum. Terrell setur 3 stiga, hittir ekki. Nú er þetta orðið svolítið svona desperate hjá Njarðvík. Þeir eru ekki alveg, ég held að verði bara að taka tíma aftur. Sjá Kári. Finnur Kristján, Atni Villa. Glæsileg spilamennska. Kári finnur Kristján bara aftur. Kristján er endalaust frýr. Já. Og þeir hafa skiljanlega miklu áhyggjur af því þegar að Kári er að keyra þarna í kringum teginn og er að falla mjög mikið. Og Kári hefur verið að leysa þetta einstaklega vel með því að losa boltann á samherjana. Þetta Kristján Leifur kominn með einhver 13 stig fyrir Haugana. Já, hann er að lifa svolítið á Kára, segjum það. Kári hefur náttúrulega verið að koma inn með frábæra innkomu inn í þetta lið. Já. Og breytir öllu það að fá þennan leikmann tilbaka. Svo er spurning, heldur að þeir myndu hafa tekið Pól Anthony Jones ef þeir hefðu vitað að Kári væri að koma? Hann kemur nánast á sama tíma en kemur það aðeins og eftir. Náttúrulega eins og við töluðum ég held í fyrsta leiknum og Haugarnir eru búin að breyta svolítið leikstíl. Þeir eru farnir úr gamla góða þríhyrningnum og í honum þá voru menn að fá sér alltaf stóran kall sem satt á blokkinni í þríhyrningnum. En Ívar hefur verið að færa sig meira svona í svona þessa Princeton sóp, má segja að vissu leyti, sem að kallar á hreyfanlegri leikmenn og fleiri boltaleikmenn. En Haugarnir hefur kannski tekið sér mögulega aðeins hávaxnara leikmann. En ég er ekkert viss að þeir hefur tekið sér einhvern til þess að sitja einhvers staðar inni á teignum, sko. Nei, það var kannski verið að fá sér aðeins meira tröll, kannski svona stóran fjarka. Já. Eitthvað svoleiðis, en hvað er fjarki og hvað er fimma í íslensku bolta, það er alltaf að deila um það. Já, en við sjáum eins og Pól Anthony, hann er frákastæðasti leikmaður Hauka í leiknum. Hann er með 6 frákast. Þannig að og það er náttúrulega sama eins og í nútíma bolta að stóru sendirarnir þegar þeir spila vörnina þá verður þeir oft lengst úti á 3 stiga línu að dekka einhver pick and roll, þannig að það er bara miklu meira ábyrgð í dag á og Logi hittir ekki, Kristján, nei Ragnar klárar ekki. Haugarnir Ragnar steig út af. Já, við séum að stórir framherjar eru ofta tíðum að verjast lengst út á 3 stiga línunni. Já. Þeir gera það verkum að þeir eru ekki sömu frákastar en þeir voru kannski í gamla daga og þetta setur meiri pressu á alla leikmennina á vellinum að frákasta. Eins og við sjáum á Pól Anthony sem er frákastæðasti, þristur hjá Finn. Þessi hefði verið fallegur. Já, hann er 66-47. Terrell, Finnur. Fín vörn Finn. Það er að vera hreyfanlegur núna. Fín hjálpavörn hjá Haugunum. Glæsileg hjálpavörn. Glæsileg. Þetta er bara mjög gott. Mjög gott. Finnur er að spila frábæra vörn og eins brygg. Já, og líka þessi hjálpavörn sem er að koma og hjálpavörn náttúrulega, hann gerir þetta ekki alveg galið, sko, og aftur er Finnur Finn. Hattara! Þetta er það sem við tala um. Kári æðir upp á körfunni. Allir falla inn. Skilja Finn eftir fyrir þetta. Já, Terrell upp á körfunni. Vill á Kristján. Kristján að fá sinna aðri villu, það er í góðu lagi. Að
við sjáum þarna að hafa svona stóra mann eins og Finn og Breka sem að báðir geta skotið þryggjastega. Það skiptir óbúslega miklu máli. Engin spurning. Nú kemur Kristján Leifur út af og Raggi Natfur út af líka. Breki! Og Breki kemur í þann frábæra engu. Frábært hjá honum. Næst í búin að stela boltanum. Terrell Vinsson hittir ekki. Auðvelt skot en missir það. Finnur með frákastið. Terrell sem er búin að vera frábær fyrir Njarðvíkina í vetur og með svakalega góða nýtingu í flestum leikjum. Já. Að hann hefur ekki fundið fjöluna sína í dag. Hann er komið með 7 stig og hann er með 2 af 12 í skotum heldina. 2 af 9 í 2 og 0 af 3 í 3. Þetta er bara ekki góð leikur. Nei. Það er bara nákvæmlega þannig. Út af koma Haukur og Pól Anthony, inn á komu Emil og Hjálmar. Finnur Breka, Breki var að kára. Finnur Breka. Hann verður að fara upp. Já, klárar þetta. Nei. Finnur. Hann verður að klára þetta en góð hreyfing engu að síður. Emil hleypur tilbaka. Spilamennski á Haukunum aftur en Logi. Fín vörn í Haukunum. Frábær hjálpavörðin á Breka. Keirir á körfunni, Villa á Hjálmar, hárið rétt. Það er þriðji á hann eða ekki? Hjálmar Hórsson er þriðju. Það er allt í lagi. Hann sleppur. Hann er ekki mikið skorað eins og leikluta eitthvað? Nei, sýnist ekki. 69-47 er staðan. Það er komin 22 stæða munur. 15-6 fyrir Hauka. Terrell klárar þetta. Það er hennar sterkur. Já, tekur skrefið inn. Það voru Haukarnir ekki nógu fljótir í hjálpavörðina. Sýnist Nei, þeir eru áfram í maður. 20 stæða munur. Kári, enn og 3 mínútur eftir að leiklutanum. Kári. Finnur Breka, Breki á að bakka með Loga. Hann verður að setja inn á. Finnur Finn. Hann er það. Læsileg spilamennska. Finnur tilbúinn að sína sig og kemur inn í auðvelt skot. Já, þetta er náttúrulega bara sendi hjá Breka. Logi. Flott vörn í Haukunum. Hvenær er boltanum? Þetta er uppkast. Haukar dreika boltan. Sýnist það var hannig. Terrell leikur eftir. Þykir ekki góð lenska að láta menn standa upp sjálfa. Liðsfélagarnir eiga að hlaupa til og hjálpa honum upp. Einn af svona hlutunum sem að dettur fyrst út þegar maður er að tapa með stórt. Já, menn er ekki alveg hérna náu svona vantar aðeins andan í þetta. Finnur. Vel gert hjá Finn. Upp með það. Opp, Hjálmar. Þetta er ótrúlega. Nógu tími eftir, við þurfum ekkert að okkur liggur ekkert á. Hjálmar. Glæsileg garfa hjá Hjálmari. Turnaround jumper. 73-49. Hann er með svo langar hendur og langa búk. Já. Það er auðvitað að stoppa þetta. Það er sem við vorum að tala um á hann. Hann er farin að nýta sér þetta betur heldur hann að gerði í fyrra. Sóknarvill á Terrell Vinsson. Hjálmar spila aggressíva vörn. Skiptingar í Haukum. Inn á koma Arnór Bjarki og Pól Anthony Jones. Finnur og Kári kom út af. Emil kemur upp með boltan. 2 mínútur eftir. 73-49. Hjálmar, hörkuvörn. Kemur smá. Alveg vörð og Njarðvík aftur. Hvað er að gerast? Heldur betur. Nei. Fannst mér. Hún virkaði. Já. Engin spurning. Þetta er það sem gerist. Þegar þú spila svona vörn eins og Njarðvík gerir núna, þá færðu líka dóma með þér. Þú færðu svona dómi svo núna, 50-50 ruðningur, venjuleg villa. Já. Dómarnir, þeir finna fyrir þessari baráttu, þessari ákjæðu sem Njarðvík getur sýndu núna, þá færðu alltaf einn og einn hlut svona með þér. Oddur. Finnur Gabriel Sindri var að koma inn á hjá Njarðvík. Arnór Bjarki ekki og grófir á, annað eftir hann. Þröngvarum Njarðvík skot. Frábær vörn í Haukunum. Emil finnur Arnór Bjarka. Arnór Bjarki skynsamur. Hjálmar þristur. Óli! Þeir er alltaf ganga upp í Haukunum. Það er alltaf ganga upp hérna. Það er þvílíkt sjálfstöðst í gangi hjá þessu liði. Að hérna... Oddur. Það er svo að það sé bara ekki hægt að verast þeim.
Finnur Snjólf. Snjólfur af körfunni, frábær hreyfing hjá Snjólf. Emil Klaufi. Dettur á hann. Dettur á Snjólf. Og Vilhjálmur hjálpar honum upp. Honum Snjólfi sem að fer á línuna. Sér bara 2 skot. Nú er það Haukur sem kemur inn. Og Hjálmar fer út af með 4 villur. en það var dæmt á Emil ekki það? Nei, hann fekk 4 villur en þeim fekk ruðningin á sig. Já, auðvitað. Það var 4 á hann. 4. villan var ruðningurinn að sjálfsögðu. Snjólfur, setna í vitið, fyrir að fóra ofan í. Setna fyrir honum líka. Þeir eru að mæta Haukunum framalega. Nú kemur góð vörn. Gabriel á Arnóri, Arnór leysir þetta. Sindri hjálpar til. Það er ekki á Njarðvíkarnir mæta Haukunum miklu fyrr. Árni Villa, já. Vilhjálmur, Theodór, fá sig Villu. Held að þetta sé 4. á hann. Já, 4. á hann. Arnór með yngastið. Pól Anthony fær boltan. Pól Anthony Jones sækjar á körfunni. Finnur Emil. Dæmaði skref. Það held ég sé alveg hárrétt. Emil dró stóðfótinn með sér öðlitið. Þannig að þetta finna Pól Anthony sem var galopið fyrir utan. Þeir eru búin að vera að gera það alla leikinn. 2 góða vartir í röð hérna Njarðvík, 2 stopp í röð. Við fyrir boltan, Haukar eiga boltan. Frábært. Vinsson bara missir hann út af. Það er ekki gæfulegt. Ekki leikurinn hans í dag. Alls ekki. Haukur. Það vantar mikið upp á. Já. Haukur setur upp fyrir Haukana. Emil. Hann kannski erfitt að koma af svona frábæran leik á móti Grindavík og... Já. Haukur Óskarsson, þristur. Stóðsending frá Emil Barja. Við sjáum hennan Hauka leik núna. Við erum 28 stigum yfir í lok 3. leikluta. Sjáum hvert við náum að stoppa Snjólfur með fallega hreyfingar. Fín vörn í Haukum. Vilhjálmur. Þristur, stuttur. Og Haukarnir náðu þessu. Eins og ég segi, þessi leikur sem Haukarnir eiga og 79 stig í 3 leiklutum er mjög gott. Kristján Leifur er stigahæstur með 15 stig. Pól Anthony Jones með 7 stig. Kári með 7 stig. Haukur Óskarsson 7 stig. Finnur 13. Hjálmar 13 á bekknum. Emil 8 og Breki 5 þessir á bekknum. Þannig að ég held að þú ert að lesa gamla tölur aðeins hana. Það er hérna... Er allt verið að uppfæra? Er látt eftir á netinu? Hvað munar? Það munar alveg hérna að vantar þristin á Hauk. Vantar þristin á Hauk. Haukur með 11, já. Hjálmar er með 13. Já, ég sagði það. Hjálmar 13. Og Finnur með 13. Já, passar. Ég segi, þetta er að dreifast alveg. Þetta eru 8 leikmenn sem eru allir að skora og svona kannski, ég segir, helstu sóknarmennir okkar hingað til, kannski Kári og Pól Anthony, báðir bara með 7 stig. En á móti kemur að Kári er með 6 stórsendingar og Pól Anthony er með 6 frákur sem er frákurstæðisti leikmann í liðinu. Þeir hafa greinilega lagt upp með að stoppa Kára. Við sáum að Logi er á Kára og spila frábæra vörn á Kára. Og hefur kannski haldið honum nokkuð vel niðri. En það eru þá bara aðri sem stígu upp. Það losna bara aðra. Algjörlega. Og þeir hefur kannski... Þannig að það er mjög erfitt að spila vörn en leggja þannig upp að stoppa einhvern 1 eða 2 leikmenn í Haukaliðinu. Það geta allir stígu upp. Já. Það er kannski boðskapurinn. Það er raun og veru það sem við vorum að ræðum, já. Og eins og við sögðum líka, eins og við kannski sáum í KR-leiknum sem við spiliðum, að þar voru kannski 2 af okkar bestu mönnum voru ekki að skora nema 3 og 4 stig sem voru Emil og Hjálmar sem að svona kveiktu í liðinu í fyrsta leikluta með frábæri vörn. Akkurat. Þannig að þetta er liðisleikur. Inn á hjá Njarðvík eru Oddur, Terrell Vinsson, Vilhjálmur Theodór, Snjólfur og Gabriel Sindri. Já, Haukum er það Haukur, Breki, Emil, Pól Anthony og Arnur Bjarki. Flott vörn í Haukunum aftur, enn og aftur. Frábæra fæslur. Nei, Villa á Breka. Já, Villa á Breka. Burtu frá bolta. Já.
Sett líka mann eitthvað í. Njarðvíkarnir eru búin að svona láta vita af því að þeir eru óhressir með hvernig Haukarnir hafa tekið á Terrell. Og dómarinn er kannski farin að fylgjast betur með þeir sem gerist á boltanum. Breki komin út á Snjól núna. Það er Haukur á Terrell. Vilhjálmur. Arnór hjálpar á Vilhjálm. Vilhjálmur snýr örugglega og tekur fade away. Nei, finnur Gabriel úti. Flottur þrýstur. Vel gert. Pressaðir. Gabriel Sindri er duglegur í vörninni. Komið sterkur inn hjá Njarðvíkunum núna. Vel leist hjá Arnór. Nei. Breki. Þarna eru Haukarnir. Kæruleysi í sendingunum. Emil. Finnur Hauk Óskarsson. Hittir ekki. Terrell með gott þrákast. Hófnir. Haukarnir ekki búin að skora núna í 3 sóknir í röð. Já. Gabriel. Kemur boltan. Snjólfur. Léleg vörn í Haukunum. Snjólfur hittir það. Haukarnir þurfa að vakna. Hérna kemur áhlaupið frá hérna Njarðvík. Haukur. Róluðu finnur Emil. Haukarnir þurfa að góða sókn núna. Slökkva aðeins í þeim. Fínt leit á Paul Anthony Jones núna. Það er bara eina korfið hérna. Já, nú eru Breki verið grimmur. Draga til sín vörnina, já. Svona. Of lengi að þessu. Finnur Hauk. 3 sekúndur eftir. Haukur með langa. Fær villu og Carvagó! Gáttum við beðið betri sóknuna. 23 sekúndur, Villa Carvagó. Frábær nýting á tíma. Frábær nýting á tímanum. Og Haukur fer á línuna. Haukur á línuna, skipting hjá Njarðvíkum. Vilhjálmur er að fá sína 5. villu. Við sjáum að bæði Logi og Raggi eru utan vallar. Gæti nú. Daniel þjálfari, hann er greinilega að lifa yngri leikmönnum, bara að spreita sig. Þeir eru búin að byrja vel núna í 4. leikluta allavega. Sjáum hvað hann gerir. Hvort hann ákveði að hvíla Njarðvíkumennina. Ef þið náðu ekki að minnka munin niður svona í 15 stig fljótlega, þá kannski hvílar hann það bara allan leiklutan. Snjólfur er að gera þetta vel. Klárar þetta, fallir hreyfing. Haukur aftur ekki nógu duglegur í vörninni, eða svona ekki nógu klókur. Paul Anthony Jones kemur upp boltan. Hann er örugg með boltan, Paul Jones. Haukur, Breki. Það vantar aðeins meiri svona... Þá fer hann bara á körfinni. Fær villu. Vel gert hjá hann, fær villu, 2 skot. Óöfinn setur ekki niður. Paul Anthony Jones, hann fær 2 vítaskot. Og 4. villan á Magic. 2 skot. Stuttur í fyrra. Og hvað hann gerir setna. Ragnar Natanarsson gerir sér tilbúinn. Nei, klikka bæði á Paul Anthony. Sjálfséð að klikka báðum vítunum hjá Paul Anthony Jones. Haukarnir að láta Snjólf gera. Emil Barja maður. Frábær vörn. Frábær vörn hjá Emil. Hann lætur ekki svona gutta að fara fram hjá sér. Nei. Fínt þetta. Setur upp. Finnur Hauk Óskars. Haukur fær. Finnur Breka. Breki þarf að klára þetta. Og gerir það. Flott spilamennska. Breki klárar. Sjáum Haukarna skipta inn núna. Hjálmar að koma inn á aftur. Hopp. Oddur, þristur. Þarna vel gert í Haukunum. Sjáum Arnór Bjarka mæta í hjálpavörðina. Arnór klárar þetta. Glæsilega gert. Frábær sending hjá Paul Anthony. Vel séð. Vel séð upp öllin og Arnór skilar þessu heim. Logi kemur inn á. Daniel að skipta reynsli boltar að vinna á. Raggi og Logi. Það var ekki að virka svona. Fín vörn í Haukunum aftur. Nei. Lesa þetta vel. Emil stelur boltanum. Frábær hreyfing. Finnur Paul, nú hann að skjóta þessu. Steinleikur! Algjörlega frábær spilamennska hjá Haukum. 89, 59. 30 stiga munur, 6 mínútur eftir, 6,5 mínútur eftir. Með sínstættastefni í Haukasigur. Einn af betri leikur sem ég hef séð Haukana spila. Ég man ekki eftir Haukanum svona góðum í vetur. Nei, og ekki bara síðan árið sem við fórum í úrslit þegar við áttum nokkra svona leiki. Akkurat. Frábær spilamennska núna. Haukur, skynsamur, Finnur Breka. Mjög gott að eiga þennan leik. Þetta er með ákveðin yfirlýsing bara Haukum. Já, eftir góðan sigur á Káringum að klára þetta kannski líka. Akkurat, sérstaklega eftir að
Finnur Arnór Bjarki, hittir ekki og sóknar frákast. Haukur Óskarsson skýrsamur. Finnur Emil, allt of auðvelt enn og aftur. Klárar þetta. Þeir eru bara að leika sér þetta. Þeir eru bara að hafa gaman af þessu í sóknarleikunum. En þetta mjög sterkt að koma hérna og sigra sterkt lið Njarðvíkur eftir að þeir gjörsamlega völdu Grindavík á heimavelli á föstudaginn. Það kannski situr eitthvað aðeins í þeim, þessi leikur. Getur verið, það er mjög stutt á milli leikja, föstudagur, sunnudagur. Gæti trú að það væri nú ekki mikil ánægð með að spila svona fljótt eftir erfiðan leik á föstudagskvöld. Já, hafði þetta eitthvað að gera með því. Maður var nú bara að heyra það, kannski að Haukarnir ætluðu að færa leik KR-leikinn yfir vegna þess að Ívar var með kvennalandslið úti. Já. Og það var talað það að mögulega sá leikur spilaðar á föstudeginum. En það var ekkert af því, þannig að það getur verið að Haukarnir hafi verið að reikna með því að hafa góða hvíld á milli þessar tveggja leikja. Ég held að það hefði nú skemmtilegt að gera það. Hvað gerist núna? Haukarnir með skiptingar. Emil inn á áfram með Hjálmari, Arnóri Bjarka, Breka og Hilmar Smári komin inn á. Njarðvíkingar byrja koma inn á með Terrell Vinsson, sest niður, Ragnar Natt, Snjólfur, Logi, Gabriel og Magic. Oddur og Terrell Vinsson fá hvíld núna. Gabriel kemur upp boltan, Hilmar á honum. Fín vörn enn og aftur, láta Njarðvíkingar hafa fyrir öllum sendingum. Logi, Gabriel, flottar hreyfingar núna hjá þeim. Hittir ekki, villa á Hjálmar. Sýnist mér Hjálmar að fá sína 5. villu. Það ekki Alex bara kominn? Já, spurning. Jó, setur Alex inn á. Alex Rafn Guðlaugsson kemur inn. Ennþá í drengjalflokki. 2 leikmenn sem er ennþá í drengjalflokki innan í Haukunum. Já. Spurning hvort að Gabriel ætti hans ekki ennþá í drengjalflokki á Njarðvík. Já, gæti verið. Nei, ég þekki það ekki alveg. Nei. Hvort það sé komin upp í komin í úlingaflokki. Ekki alveg við það. Hann setur bæði, búinn að koma inn á með flotta leik. Breki er endar ennþá í úlingaflokki. Já. Þannig að þetta er ungt lið sem er inn á framtíðinni Björn. Hjá Haukunum. Og mér sýnist að hún er ekkert svört hjá Njarðvík. Nei, alls ekki. Mjög sterka árganga drengja og úlingaflokkur. Breki þristur, hittir ekki. Jú. Ætlar að setja aftur eða? Það var eitthvað svo skrítið hvernig hann sleppti boltan. Svona einhvern veginn kasta honum heldur frá sér. En honum var hann, Emil ekki með góða vörn. Maciek með flottar hreyfingu á körfunni og klárar þetta. Emil, Finnur, Alex. Finnur Breka. Villa, já. Ragnar vill meina hann hafi farið í boltan. Raggi er nú ekki að fara að láta tróða yfir sig hérna sko. 94-66, 5 mínútur eftir af leiknum. Breki á línunni fyrir Hauka. Það er ennþá 5 mínútur eftir af leikhlutanum. Síðasti leikhluti, 4. Staða 94-66. Skipting hjá Njarðvík, Magic. Breki á línunni. Setur fyrra. Breki nú búinn að skora svolítið. Já, hann búinn að eiga tvo flotta leiki núna. 11 stig samkvæmt töflunni. Setti stóran þrýst á móti KR-ingunum sem svona kom okkur í þægilega stöðu. Emil. Og er að spila feiki vel núna hjá okkur. Kominn með, hvað er það, 11 stig. Arnór og Logi. Leikur sér í kringum Ragnar. 3 stiga skot. Stuttur, Gabriel með frákastið. Klárar þetta ekki, Alex með frákastið. Emil kemur boltan. Á Villa. Á Gabriel. Sáðan leikmaður númer 21 var að koma inn á hjá Njarðvík. Leikmaður að nafni Brynjar Þór. Það er nafni minn. Það er nafnið þinn. Hilmar. Setur upp. Breki, langaði þristinn. Skýrsamur.
Hilmar Smári fer á loga. Logi, góð vörn, Breki, langur þristur, hittir ekki. Hörku barátta undir körfunni. Alex og Brynjar Þór. Sendinginn á Ragga. Raggi fer á hægri, skiptir á vinstrina, flott. Já, Breki gerir þetta, glæsilega. Rosaleg vörn. Arnór Bjarka, Arnór. Sjáu þetta. Þetta var falleg hreyfing, maður. Hvílík hreyfing. Tiplaði. Snjólfur var frosinn. Hann fór á 2 dansafingar þegar hann var 7 ára. Nýtti sér það núna, falleg hreyfing. Sjáum þetta, flott vörn í haugunum aftur. Logi, á, Breki, nei, Logi vel gert í haugunum. Brynjar, fiskaði vill á Arnór. Njarðvíkingar að henda leikmönnum inn á. Logi að skipta út af og inn á kemur Veigar Páll. Ungur leikmaður í drengjaflokki hjá Njarðvík. Stuttur hjá Brynjari. Veigar Páll sem var að koma inn á núna, mjög efnilegu leikmaður, spilaði vel með sínu landsliði úti í sumar. Uppkast. Njarðvík á þennan bóltanlega. Nei, Haukarnir er það. Nei, það var Njarðvík. Já, það var í uppkast á það. Fín barða hjá Njarðvíkunum. Raggi. Og Kristján kom inn. Það var skiptaði Breka. Erfið sending hjá Brynjari en út af. Greiða boltan. Emil kallar á Arnór. Leysa þetta saman. Emil, Snjólfur á honum. Fín vörn hjá Snjólfi, mætir framalega og rættur ekki. Hilmar, hitti! Sjálfsögðu. Þetta er upp á staðurinn hans. Þetta er hans staður. Snjólfur, Alex á sér. Hann átti 6 í röð á móti Snjólfur, glæsileg hreyfing. Hvað séu, 86? Hann átti 6 þrista í röð. Hann Hilmar Smári í leik í drengjaflokki. Já, það. Ótrúlegt. Ég hef aldrei hitt úr 6 þristum í röð. Ég man ekki eftir að sé það, sko. Hilmar, glæsileg hreyfing. Finnur Arnór. Arnór Bjarki hittir ekki. Alex með góða baráttu. Tók á hann stóðsettingu hana, Arnór Bjarki. Arnór Bjarki er ekki, hans sterkasta lið er kannski ekki í þriggjastaskotin. Alls ekki. En hann hittir samt. Áður til að hitta. Gabriel, fljótur strákurinn. Finnur Veigar. Frábær vörn hjá Hilmari. Frábær vörn hjá Haukum. Mjög góð. Ragnar á Kristján. Nú er að koma að hjálpa vörn. Þannig að gera hann þetta falleg hreyfing. Ragnar var rólegur á blokkinu og tekur sér tími í það. Emil sendur upp fyrir Hauka. Kristján á erfitt með að stoppa þetta. Nú sýndi á þann líka Raggi að þegar það var tekið á hann á hægra hendi þá hafði hann alveg hæfileikarna til þess að fara yfir á vinstri. Villa á Ragga. Ragnar að fá sína 50 villu. Stutt stopp hjá Ragnari. Og hérna kemur Sigurður inn á fyrir Emil. Annar ungur leikmaður. Hann er ennþá í unglingaflokki. Ungir strákar sem fá að klára þetta. Arnór Bjarki og Kristján eru aldursforsetar Haukana. 96 fættir báðir. Og ef ég veit rétt þá held ég að Njarðvíkingar séu jafnvel með enn yngra lið inn á. Frábær 2 víti hjá Arnóri Bjarka. Það er partí í stúkunni á Haukunum. Heldur betur, 2 mínútur eftir, staðan 102-70. Stórstundir í stórstöðu Hauka. Vantar svona samning eins og er í NBA, þar sem eru fríar takkó eða eitthvað fyrir 100 stíðin. Arnór gerir þetta vel, frábær vörn. Klárar þetta ekki. Hilmar, flottur, vel gert list hjá Njarðvíkingunum. Gabriel, flott vörn hjá Hilmari. Gabriel er öruggur á boltanum. Vill á Sigurð. Þýðir það að Gabriel er að fara á línuna. Bónus. Ekki segja það. Nú. Nei, þetta var nauta, fjórða villan Hauka. Gabriel, það er hindrun.
Flott hreyfing. Finnur leikmaður með 9 komin inn á Elvar Ingi. Gabriel algjörlega óhrættur. Kristján, Næst í töflokkur Kristjáni. Hilmar setur úr Hauka, 102-72. Kristján þarna á hann að leika þessi atvinvillan hjá. Flott hjá Haukunum. Pekaróli búið að gefa vel í þessum leik. Já. Kristján kom með, hvað var það? Kristján kom með 15 stig nú þegar og flest af þeim hafa verið eftir gott skrín hjá honum sjálfum þar sem hann rúlar upp á körfunni. Akkurat. Hittir ekki fyrir skotinu. Seinni leikur, 16 stig. Stigahæsti leikmaður Haukana í dag, 16 stig. Það segir margt til Haukaliðið að vera komið 103 stig. Engin leikmaður komin yfir 20 stiginn. Mjög jafnt skipt og Haukarnir að sína breidd. Mjög jafnt. Snjólfur, góða boltameðferð, Villa og full var þetta vel kláraði á Snjólfur með þess. Mjög vel kláraði Snjólf. Skemmtileg hreyfing. Já, það er alveg sérstaklega skemmtilega og góða boltameðferð, greinilega. En það breytir ekki úrslit leiksins. Nei, Þau eru ráðin. Nú er bara spurning hversu stór sigur verður. þetta getur skipt heilmiklu máli í svona jafnri deild. Algjörlega. Flest liðin virðast vera að sigra hvort annað og Það er alveg undir 10 stigum. Það er ekki algengt að sé mikill munur á milli liða. nei. Hilmar, þristur, bingo. Sjáðu þetta. 2 í röð. Tveir á honum. Efast hann að náið 3. Stutt eftir leiknum, 25 sekundur eftir. Njarðvíkingar í sókn. Gabriel, til í vandræðum, Snjólfur með boltan. Snjólfur aftur Alex. Hún var miklu betri vörn hjá Alex. Snjólfur, finnur, Kristján er að leysa þetta vel. Arnór, Ára finnur Alex. Villan, Villa. Alex var tækifæri á að koma sér á blað. Það var þegar, hann er á möguleika á að koma sér á blað. Allir hinn í 10 leikmenn er búin að skora hjá Haukum. Sjáum hvað Alex gerir. Sigurður á eftir að skora líka, held ég. Já. Fyrri steinleikur. Alex skoraði síðasta leik líka. Sjáum hvað hann gerir núna. Bæði Bæði steinleika. 4 sekundur, 3. Þetta er, eins og við sagðum áðan, einn af bestu leikjum Hauka sem að við höfum orðið vitni af hérna. Frábær leikur frá upphafi til enda. Það sem að mjög gott Njarðvíkurlið var hreinlega bara stoppað og þeir sáu raun og veru aldrei til sólar frá fyrstu mínútu og Haukarnir taka 108-75 sigur. Glæsilegt dagur hérna á Ásvöllum. 33 stiga sigur á ljúgum sunnudegi. Köldum en ljúgum. Og þá tekur við landsleikjaliðið, ekki? Jó, tekur við landsleikjaliðið. Flott að fá eitt svona leik inn í landsleikjaliðið. Já. Gerir æfingarnar allar miklu auðveldari í næstu vikum. Já, en við þangað til næst bara. Þökkum við kærlega fyrir okkur. Þökkum fyrir okkur. Verið sæl.